ætlum við að skoða hvernig við reiknum meðalfrávik þegar við erum með bilskipta tíðnitöflu. Við erum þegar komið með töflu hérna sem við settum upp í myndbandurinn dreifisviðið og hérna höfum við marga af hlutunum sem við þurfum til að byrja með. Það er að segja að við erum með X og F dálkana, við erum með neðri mörkum, við þurfum ekki að spá í þeim. Við erum líka með miðpunkt og við þurfum að nota hann af því miðpunkturinn er staðgengill fyrir breytuna X í hverju bili. Við erum með X-inum F-dálk en hann er fyrst og fremst nauðsynlegur vegna þess að hann er notað til að reikna meðaltalið og meðaltalið er eitthvað sem við þurfum að nota. Nú, meðalfrávik er það svo stærð sem við fáum ef við reiknum fjarlægð hverjar mælingar frá meðaltalinu og finnum meðaltalið af þessum fjarlægðum. Og við getum reiknað þetta til dæmis svona að með því að fara hérna búum okkur til nýjan dálk og við búum okkur til dálkinn algildi sem er svona lóðrétt strik, er á sama takka eins og stærðin og minninmerkin og þeir notið alt GR og þennan takka eða ef þið eru á Macintosh tölvu þá notið þið option, minnum við, það allt og þennan takka. En við gerum hérna lóðstrik sem táknar algildi X mínus og svo ætlum við að skrifa hérna bara meðaltalið og við ætlum að tákna bara með XM. Þannig að þegar ég skrifa X niðurstrik M þá er ég að meina að ég er að nota meðaltalur X. Og svo gerum við annað svona lóðréttstrik til að merkja þennan dálk. Okay. Inn í þennan dálk ætlum við að hafa þessa fjarlægð. Þannig að við gerum hérna jafnt og við ætlum að nota skipunina ABS til þess að reikna þetta algildi. Algildi tekur allar tölur og breytir þeim í jákvæða tölur. Þannig að ef það sem er inni í sögunum er neikvæð tala þá gefur ABS samt jákvæða tölur. Okay. ABS af X-inu sem er miðpunkturinn mínus meðaltalið. Smellum á það. Og athugum núna, við ætlum alltaf að draga meðaltalið frá. Og meðaltalið er bara hérna ein tala sem er bara þessum ákveðna stað. Þannig að við festum tilvísunina hérna í 9. Þannig að þegar við drögum það niður, þá breytist línunúmerið ekki í þessari rauðu tilvísun. Og lokum sviðanum hérna, hittum enter, fáum við að þetta frávik hérna er 7,92 og ég finnst gott að gera fill without formatting þegar ég dreg svona niður. Þá sjáum við að við fáum hérna 2,92 og svo 2,08 þó að X-ið hérna miðpunkturinn er orðið stærri heldur en meðaltalið. Nei, öllu heldur þó að þessar fyrstu tvær hefði átt að gefa okkur neikvæða tölu að því miðpunkturinn er minni heldur en meðaltalið og við erum að draga stærri tölu frá þá samt gefur þessi skipun jákvæða tölur hér sem er það sem við viljum. Við ætlum samt ekki að leggja neitt saman hér því að þessar hérna tölur taka ekki tillit til mismunandi tíðni í hverju bili. Við ætlum hins vegar að búa til annan dálk sem gerir það. Þá getur verið gott að taka bara þennan reit sem við vorum búin að búa til með fyrirsögninni, afrita hann, líma hérna við hliðina, copy paste, bæta síðan við F sinnum, þetta hér. Því við ætlum að gera raun og veru bara það, við ætlum að taka útkomuna í þessum G-dálki og margfalda með tíðninni sem er í B-dálkinu. Þannig að hér kemur bara jafnt og G sinnum B. 7,92 sinnum 2. Hér þurfum við ekki að festa neinar tilvísanir. Því við ætlum bara að taka það sem er í hverri línu alltaf. Og margfalda saman. Þetta getum við dregið svona niður. Fækkum aðeins aukastöfunum hérna.
Þessar tölur eru eitthvað sem að taka tillit til tíðnina, þannig að nú getum við gert átásum til að leggja þetta allt saman. Og fáum að 49,17 er heildarsumman af öllum þessum fjarlægðum frá mælingunum yfir í meðaltalið. Þá getum við farið hérna fyrir neðan og skrifað meðalfrávik. Stækka þessi dálkana. Meðalfrávik. Meðalfrávikið er þá bara jafnt og þessi hérna heildarsumma deilt með heildarfjölda og heildarfjöldin er bara summan úr eftirálkinum, þessi hérna 12. Og við ýtum á enter og fáum hérna 4,09 sem þetta meðalfrávik. Hvað er í gangi hérna? Svona. 4,10 er þetta meðalfrávik. Athugið það að meðalfrávikið ætti alltaf að vera svolítið minna heldur en dreifisviðið og það ætti alltaf að vera minna en eða mestalegi jafnt og helmingurinn af dreifisviðinu. Þannig að ef við erum að fá dreifisvið upp á 20 eða 15, þá ættum við að fá meðalfrávik sem er aldrei stærra heldur en svona 7,5 til 10. Og þetta er vel innan þeirra marka.